Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magazín. Við heilsum ykkur úr svarta pakkhúsinu í Keflavík. En þar var mögnuð stríðsminjasýning sem við fórum á og skoðum slatta dóti sem við ætlum að sýna ykkur í þættinum og auðvitað margt fleira. Ung kona í Vogum á Vatnsleysuströnd gerir það gott í bakaranámi sínu. Hún átti á dögunum köku ársins og kökuna í 3. sæti í landskeppni bakara. Hálfu öld liðin frá því að íslenskt og þýskt kvikmyndagerðar fólk kom sér fyrir söður í Garði til að taka upp stóra senur úr Brekkukotsannál, Halldórs Laxness. Verkefni var rifið upp í sagnastund á Garðskaga. Við segjum frá áhugaverðu viðtali á vefsíðun okkar kylfingur.is en þar rætt við Tómas Rasmus sem sprangar golfvellina á öðrum fæti. Á sýningunni sem var hluti af safnahelgi á Suðurnesjum síðustu helgi má sjá fjölbreytta muni, meðal annars búninga, byssuskot, hjálma, vopn og fleira, meðal annars voldugar hríðskotabyssur Bandaríkjamanna og riffla og byssur nasista frá seinni heimsstyrjöldinni. Sigurður, þetta stríðsminjasýning. Kannski aðeins að segja okkur hvernig þetta kemur til og hverjir standa á sýningunni? Sko, við erum 4 hérna, sem sagt bara einkasafnarar og við vorum með stóra sýningu í rammahúsinu hérna frá í hittifyrra og þetta náttúrulega svolítið minna heldur en var þá eðlilega, það voru 15 safnarar þá en þetta svona, við reynum að koma saman reglulega, við erum að tala þá kannski 2-3 ára fresti, bara svona til þess að sýna sögu íslensku þjóðarinnar. Megnið af þessu tengist Íslandi og frá Íslandi. Og já, við reynum að hittast reglulega og leyfa öðrum að njóta líka. Hvað, ég sé þú með, það eru handsprengjur og búningar og vopn og þetta allt hluti sem hafa orðið eftir. Já, þetta náttúrulega kemur rosalega mikið af þessu ofan af velli, bara frá hernum á sínum tíma, bæði Kananum og Bretanum. Og svo erum við líka, þetta að koma úr jörð á Íslandi, sem svona kannski eiginlega verri parturinn eða slæmi parturinn. Það er ennþá að finnast, sko, þeir notu þetta voðalega mikið sem æfingarsvæði áður þeir fóru yfir til Evrópu, sem var bara Ísland. Og það er rosalega mikið að koma einmitt úr jörðu bara frá þessum æfingarsvæðum sem þeir voru með. Og það er eins og þetta hverfur í jörð þegar þeir eru búnir, en svo kemur frost og svo hiti aftur og þetta þrýstist upp úr jörðinni. Og þá er fólk að finna þetta á förnum vegi og það er stundum að kalla til sprengjudeildar og láta eyða þessu. En hvað er einhverju munur merkilegri en aðrir að þér finnst? Sko minn uppáhaldsmunur, hann lítur nú ekki merkilega út, en það er þessi sprengjubrótið sem hérna ofan í. Að þetta er brot úr sprengju sem að Þjóðverjar komum með frá Noregi, Focke-Wulf Condor sprengjuflugvél. Komum með frá Noregi og vörpuð á miðunarstöðu sem að Bretar voru með rétt fyrir innan Höfn í Hornafirði. Og hún fór í tætlur og svolítið merkilegt að segja frá því að þetta var 2 dögum eftir hún var gerð virk, sem sagt stöðin. Já. Hvað segir það okkur? Það er ykkur látið vita. Og já, þeir sprengja stöðina og þar er fallegur andapollur í dag. En hin sprengjan sem þau komum með, hún er ennþá óvirk, skilst mér, þarna eitthvað rétt hjá. Við helst ekki tjá mig neitt það, en mér finnst þetta stórmerkið því að þetta er þessi sprengjubrót og fyrstu sprengju sem var varpað á Ísland. Já. Að öllu þessu drasli þá finnst mér þetta merkilegast. Já. Og hvað þið eru með eftirlíkingu eða hvað við að segja? Já, þetta er svona... Af Patterson? Já, þetta er nýjasta áhugamáli hjá mér, það er að búa til úr fröplasti, sjáu ferli alveg frá A til Ö. Og ég hef svona gaman að því að búa til eitthvað sem fólk þekkir, kannast við. Hvað drífur menn áfram í svona rugli? Það er bara þessi safnar áhugi. Það er bara sumir safnar servíettum eða frímerkjum eða einhverju og við erum í þessu. Og maður er kannski að safna líka einhverju öðru, sko, ekki bara endalega eitthvað sem tengir stríðinu. Sko. Hér erum við með nýþungan hjálm. Og gleru, hvað getur þú sagt okkur svona? Þetta er amerískur M1 hjálmur. Já. M1 hjálmur er búinn að vera svona í service, ef við segja, skilur frá 1941 til 80 og eitthvað.
og eina breytingin svo sem þeir breytast náttúrulega alltaf eitthvað aðeins en það aldrei neitt stórvægilegt það eins og þessi mögulega frá Víetnam á honum eða þú veist tímabilinu þeir eru settir saman hérna að aftan, klemdir saman aftan þá var það svona yfirleitt Víetnam, það stundum sem þeir voru frá seinni heimsstyrjöldinni þeir voru klemdir aftan en það þá bara mjög seint á stríðsárunum. Ef þeir eru klemdir saman að framan þá alltaf 100% að hann sé frá stríðsárunum og svo náttúrulega hérna þessi bönd hérna það fer eftir hvernig þau líti út Já, hérna sérðu MG42 Þessi stóra hérna? Já, sem var svona eiginlega, hvað maður að segja, svona svo hræðilegasta í stríðinu Af hverju? Þetta það sem þeir óttuðust mest Bandaríkjamenn og Bretar þetta skýtur 1200 skotum á mínútu og 857 skot hraðinn alveg gríðarlegur og Nei, þú ert að segja okkur frá þýskri byssu. Já, og hún hönnuð 1942 og svo hún ennþá notuð ennþá dag í dag. Aðeins breyttari mynd Danski herinn með hana til dæmis. Þetta hefur verið gríðarlega öflugt tæki á þessum tíma? Þessi, já. Það var must hjá þeim að komast yfir byrgin sem þessi byssa var í og sprengja það upp Já, þetta fræga MP40 sem þjóðurinn var með Já, maður nekkundin eftir að hafa séð þýska hermenn í stríðsmyndum með þessa. Já, hún fræg og svo náttúrulega Lugerinn. Þessi búinn að taka þátt í báðum styrjöldunum. Hún 1917 og endurstimpluð 1920. Svo Walter PP og svo Walter Baby. Já, hún nett. Já, og svo hérna ein Mauser og svo náttúrulega daggarinn, hérna SS daggarinn og svo hérna brúnstaka hnífurinn. Og hér eru skot, orginal skot, bara búið að gera óvirkt. Þetta alveg drafstól. Já, þetta alvöru. Já. Og svo kannski að loka hérna, þessar stóru hérna, hvaða? Já, þetta svona, þetta voru með á Willysonum hérna, eins og þú sér hérna á myndinni. Þetta ansi, þetta kemur frá Gæslunni. Og svo hérna önnur svona eftirlíking, þetta 1919 sem Amerikaninn var mikið með. Og þegar maður hélt að stríðum væri að ljúka þá bara núna þessa dagana verið að tala að það þarf að senda Úkraínumönnum meiri vopn og hertól. Þetta magnað, þetta hættir aldrei? Nei, þetta hættir aldrei maður. Ótrúlegt. Þetta ótrúlegt Og að þessar séu notaðir ennþá dag í dag Já. Það ótrúlegt Hvað eru nýjustu vopnin sem þið eigið? Eða svona stríðstól, getur við sagt? Ég á aðalega bara úr stríðinu eða sem sagt. Seinna stríði? Já. Ég ekki með neitt nýrra en það Nei, það ekki ná mikið söfnunargildi í því? Nei. Og svo eru náttúrulega hérna með eina sem að Sigurður á, hérna básúpu. Þetta eru til þess að granda skriðdrekunum Já. Og þetta eru flaugarnir í þær Þessi gat grandað. Já, skriðdrekunum. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is.
Guðrún Erla Guðjónsdóttir ríflega 20 bakari frá Vogum á Vatnsleysuströnd og þrátt fyrir að vera langt frá eldri en 2 vetur í bakarabransanum þá mun hún bera hæstu tignina á meðal bakara út þetta ár. Hún á köku ársins 2023. Guðrún var ekki gömul þegar bakarinn byrjaði að blunda í henni en eftir að hafa flakkað á milli Voga og Noregs þar sem hún hóf námið þá hefur bakarofnin hennar varla kólnað. Það var ógeðslega gaman fyrir mig að prófa að búa í útlöndum. Já. Að prófa að búa í öðru landi og prófa annað skilur og það var alveg mjög gaman skilur. Og þú talar norsku reiparennandi? Jeg taler norsku, alveg. Hvem vil du høre? Nei, jeg kan ikke snakke norsk på kamera, det er litt vanskelig. Ok, og uppvöxturinn, hvernig var alast upp í Vogum? Sko, það var bara fínt sko, ég lappaði alltaf í skólan skilur, þetta er rosa, þú veist, lítið og svona örugt og allir þekki alla og mjög bara kósí sko. Já, og þú átt heima þar í dag? Við höfum heima ennþá í Vogunum í dag sko. Þannig það var alveg fyrsta árum mín í Mósbakari var alveg svolítið erfið skilur, þurfti að mæta kannski klugan 3-4 í vinnuna úr Vogunum, keyra alla Reykjanesbrautina. En það var fínt, það var engin umferð, ég er einmitt núna, þú veist, ég er að vinna frá svona cirka 73 stundum og ég er að keyra heim, ég er bara, hvað umferð, skilur ég? Þú veist, ég er svo vön að keyra alltaf á nóttunni, þá var engin bílar. Sleppur alveg alla umferð alltaf? Sleppur alveg alla umferð, þegar ég var að keyra á nóttunni. Hvað ertu lengi að keyra þetta, í engin umferð? Engin umferð, þá er ég svona 40 mínútur. Já, þetta er ekki meira. Það er samt, þetta er langt en samt ekki langt. Ok, og þú ert sem sagt bakari, búinn að læra bakara... Kláraði bakarinn í fyrra sumar, kláraði bakaranámið og lærði mitt hér og er ennþá að læra hér. Og hérna einhvern veginn svona, þegar ég var hálfnuð með bakarann, þá var ég svona, ákvaði ég bara svona fast að ég vildi bara halda fram hér og fara í konditorinn út í Danmörku og stytta þá konditornámið með því að klára bakarann fyrst. Ok, en segðu mér, ef við spólum tilbaka, hvenær byrjar bakarinn að blunda í þér? Hvenær vill litla Guðrún gerast bakari? Litla Guðrún var bara alltaf inn í eldhúsi að baka og fylgjast með mömmu og sat upp á eldhúsborðinu og fylgjast með hvað hún var að gera og þú veist, horfði á bakstustætti og lesa uppskriftabækur og alltaf að þú veist, horfa á einhverjar myndir á Pinterest og eitthvað. Þannig ég einhvern veginn, jú, var alltaf... Engar dúkkur, bara bakstur? Það er bara eldhúsi, bara rúst eldhúsi, mamma alltaf bara að taka til eftir. Ég bara, já, það er sinni tíma vandamál. Það var bara alltaf inn í eldhúsi að baka og prófa eitthvað og... Þannig mjög ung bara, ertu komið með mikinn áhuga á bakstri? Já, ég var alveg, þú veist, áður en flyttum til Noregs þegar ég var alveg svona pínu lítil í Vogunum. Þá man ég alveg eftir mér að hafa verið að baka inn í eldhúsinu okkar og... Þetta er alltaf spes, maður heyrir nú ekkert mikið um þetta. Nei, það er krakkar í dag eru bara yfirleitt í símanum og iPadinu og svona. Já. En litli frændi minn, hann er búinn að vera svolítið duglegur að baka. Hann er stundum segið við mig bara, getum við gert þetta saman, getum við bakað Minions-köku og eitthvað svona. En það er svolítið skemmtilegt. Ok, og þú vinnur köku ársins á þessu ári, 2023? Já, keppnin var í fyrra, en þetta er kaka ársins í ár. Keppnin er í fyrra, já, þannig að þú átt köku ársins 2023? Já, þetta er einmitt, keppnin er alltaf haldin svona árinu fyrr, hún er haldin í október, þú veist, til þess að leyfa landssambandinu að, þú veist, ákveða hver vinnur og gefa öllum bakaríum sem er í landssambandinu uppskriftina og svo þau geta byrjað að preppa því svo fer hún svo snemma í sölu, hún fór í sölu á Valentínsdaginn sem er 14. febrúar. Þannig að það þarf að gefa öllum tíma skilur til að fá uppskriftina og ná að preppa sig og gera hana og æfa sig og svona. Og núna spyr ég bara eins og algjör leikmaður, er þetta eitthvað sem allir bakarameistarar nánast taka þátt í? Er þetta mikill heiður að vinna þessa keppni? Hvernig virkar þetta? Auðvitað er þetta sjúklega mikill heiður að vinna þetta skilur. Þetta eru öll bakaríin sem eru í landssambandi bakara. Þeir fá að taka þátt og fá þá að selja á köku og svo eru einmitt bakaríin sem eru ekki með, þau fá ekki þá að selja kökuna að þau eru ekki með í þessu sambandi. Og hvenær fæddist hugmyndin að þessari köku og hvernig hugsa maður sér að búa til köku ársins? Sko, þetta var svolítið svona, ég var búin að ákveða aðra köku sem ég finnst mjög góð en svo svona skyndi ákveðin viku fyrir keppnina þá ákveði ég að breyta þess til að gera aðra sem er alveg bara öfugt við hina. Þú veist, hinn var alveg svona brownie-botn og skyr, þessi svona, þú veist, marinsbotn og ástaraldin og meira svona léttari í sér. Og eru væntanlega mjög gómsætt, ég get nú ekki beðið eftir að smakka hana. Já, fáum okkur eftir. Fáum okkur köku eftir. Og þú býrð í Vogum, sérðu fyrir þér að búa þar bara áfram? Mér finnst það fínt að búa í Vogunum, við erum alltaf nýkomin með búð
sem það var frábært, nýjasta nýtt. Svo alltaf verið að byggja endalaust að nýjum íbúðum og húsum og mér finnst voðandi mjög kósí, sko. Ég er alveg voða bara. Guðrún hefur komið sér vel fyrir í Mosfellsbakaríi en er opin fyrir ýmsum framtíðarmöguleikum. Jú, ég byrjaði að vinna hérna 2018, byrjaði samningi minn 15. ágúst 2018. Mamma er Mosfellingur, þannig það er kannski svona, ég flytt heim 2018, sumarið, og er svona að sækja mig í bakaríum og leita og er einhvern veginn ekkert að fá eitthvað svona, þú veist, loka svör. Ég er bara að fá eitthvað svona, og mamma segir, viltu prófa að sækja mig í Mosfellsbakarí? Og ég er eitthvað svona, jú, af því ég var bara að sækja mig fullt af bakaríum, skilurðu. Og ég fæ bara svar strax frá Davíð, sem er yfirbakarinn, og hann sendi bara á mig bara, já, mátt bara koma í viðtal og þú veist, talaði við mig og svo bara tók hann mig inn í svona 3 mánaða pröfu og svo þegar það var búið þá var hann bara, ætli ekki bara að byrja á samning. Þú ert með meistara í þínu Í konditornáminu þá er Hafliði meistari minn, af því hann náttúrulega lærir konditor og þá tekur hann að mig sem konditornema. En svo er ég með Davíð, yfirbakarinn, hann var bakarameistari minn þegar ég var að læra í bakaranum. Hvað er það við bara þetta Mosfellsbakarí? Er það að fara að bjóða upp einhverjar nýjungur á næstunni, nú styttist í páska? Við vinnum alltaf með súkkulaðiðkin frá Hafliða, þau eru alltaf klassík páskana, sko. Þannig ég veit ekki hvort það hendi mig einhverja páskatertu. Ég veit að við ætlum að hendi einhverja sumartertu allavega, þegar sumarið kemur. Gerum svona skemmtilega köku fyrir það. Já, er það algengt? Þannig að kemur einhver kaka fyrir jólin venjulega, hvernig er þetta? Já, við gerðum hátíðarköku fyrra. Það var kaka fyrir jólin. Það var kissuberi í henni og kissuberalíkjör og kanil, svona rjómi og svo í fyrra þá gerðum við Rúnar sem er að vinna með mér. Hann gerði svona mandarínu köku með svona súkkulaðimús og mjög góð. Þannig að framtíðarplönin, hvar sérðu þið eftir 3 ár? Veit það ekki. Veit ekki hvort maður vilji opna bakarí í Vogunum eða hvort maður vilji svo náttúrulega alltaf svo spennandi í Danmörku. Ég er náttúrulega lærður í Danmörku og hann er mjög spennandi bakarí þar. Var gaman að vinna þar og prófa. Og þú hefur náttúrulega búið erlendis, þannig að... Ég hef gert það, þannig ég veit að þetta er ekkert mál. Þannig að þú ert bara til í allt. Bara til í allt, bara svona, sé hvað gerist. Það var Hollywood-bragur á byggðinni í Garðinum sumarið 1972 þegar þangað komu íslenskir og þýskir kvikmyndagerðarmenn til að taka upp atriði úr Brekkukotsannál Nóbelsskáldsins Halldórs Laxness. Björn G. Björnsson fór fyrir leikmyndasmiðunum sem voru sumarið við Miðhúsi Garði þar sem Brekkukot var endurgert við króksíkið. Björn mætti á sagnastund á Garðskagadögunum þar sem rifjað var upp þetta ævintýri í Garðinum fyrir hálfri öld. En hvað réð því að tökur fóru fram við síkið í Garði? Við urðum að finna stað til þess að kvikmynda bæinn í Brekkukoti og hann stóð við tjörnina í Reykjavík og við vorum að leita þessum aðstæðum þar sem að væri lítil brekka og tjörnin fyrir framann. Snéru svona nokkurn veginn í rétta átt þannig að við værum á móti birtunni. Fundum þennan stað og á að leita til heimamanna og góðfúslega fengi leyfi til þess að athafna okkur hér. Vikum saman, mánuðum saman. Hversu umfangsmikið var þetta? Þessi mynd er náttúrulega gríðarlega stóra okkar mælikvarða. Þetta er svona rúmlega klukkutíma löngu mynd, Það er að segja fyrri hlutin og svo annar klukkutími seinni hlutin. Þetta er 2 þátta mynd, svona lítil sería. Og þetta var viðamikið að því leyti að það eru svo margar leikmyndir. Það er bærinn hér sem hann var náttúrulega mikilvægastur og skipti miklu að finna þennan stað. En síðan gátum við líka byggt ýmislegt annar staðar, til dæmis upp í Gufunesi, þar byggðum við heila götu sem var í raun og veru Austurstræti í Reykjavík, svona aldamótin og hét Langastétt. Þar voru byggð 6, 8, 9 hús og þar var verslun og þar var bakari og þar voru teknar margar senur og margmennar senur og síðan var kvikmyndar í mörgum húsum líka, Gústó í Hafnarfirði og inn í öðrum byggingum sem ekki þurfti að byggja en svona klæða allt í rétta stílinn, Hvernig var tekið á móti ykkur hérna í Miðhúsum þegar þið komið á sínum tíma? Ég man ekki betur en það verið bara afskaplega ljúft og það gekk svo vel fyrir sig að ég er næstum búinn að gleyma því, Það er að segja að svona umleitanir að mega vera þarna og mega vinna þarna og gera þetta og hitt. Það var bara sjálfsagt mál og það var aldrei neitt spurt það meir eða spáð í það meir. Og bara alls konar aðstoð veitt, hjálp og reddingar eins og gengur.
Hvernig var undirbúningurinn þér fyrir þetta? Þú þurftir kannski að vera forsjálf varðandi ýmsa leikmenn? Já. Það er fyrsta lagi náttúrulega að lesa söguna, alveg sundur og saman og strika undir öll atriði í bókinni þar sem að Halldór Laxness að lýsa staðháttum, hvernig bærinn var og hvernig þetta var og hvernig gatan var og svo framvegis. Hann var mjög nákvæmur í því og það var mjög góð leiðavísir að hafa bókinni alltaf við hendina. Svo þarf að leita stöðum og finna staði sem henta og semja þá og fá leyfi til að vera þar. Og svo þarf að byrja að smíða og mála og sauma og gera búninga og útvega alls konar leikmuni og eins og eina lest sem að flytja, skreiðarlest með einhverjum 6-8 hestum sko. Það er smá djóp að æfa þá og gera það klárt, þannig að það er alls konar undirbúningur í svona. Fyrir utan svo náttúrulega leikarana sem að þarf að finna og klæða og æfa og það allt saman sko. Þetta var stórt verkefni, það leyndi sér ekki. Það komu stundum tugir manna og byggðu þarna byggingar og svo hófst upptakan og Torfi var þá bóndi í Miðhúsum og Jón Gunnar. Þeir voru með 30 kýr og fé. Það var stórt bú, þeirra tíma mælikvarða og Suðurnesja mælikvarða, mjög stórt og þeir tóku ákaflega vel á móti þessu fólki. Og þeir var bóðið velkomið, þeir fengu land þarna við tjörnina eða síkið sem við köllum og byggðu þar bæ og athöfnuðu sig eins og þurfti og þetta var eftirminnilegt sumar. Við sem vorum þarna í nágrenninu og sáum svona til, það var margt sem gerðist, skemmtilegt. Og einn góðan veðurdag þá kemur vitavörðurinn á Garðskaga og vantar að láta eiga eitthvað við kúna sína. Sko, eina nauti í garðinum og hér á stóru svæði var í Miðhúsum og gegndi sínu hlutverki, myndar bragð og þá var hér, þar sem við erum nú staddir út á Garðskaga, þá var hér fjós og hlaða og vitavörðurinn var með þónokmargar kýr, Sigurbergur Þorleifsson sá mæti maður og það gerist mitt í þessu að það er upptaka og Diddú er að leika og hlaupa og hreyfa sig að Sigurbergur kemur leiðandi með kú utan af og niður álíkina og það var náttúrulega þurfti allir jafna ekki að láta mikið vita vegna þess að nauti var bara tiltækt svona til sinna verka eins og verkast vildi. Þann dag er nautið að leika og það er eftirminnilegt hvað hann lék sitt hlutverk vel og því er skemmst frá að segja að hann leit ekki einu sinni við þegar kýrin kom og hún varð að fara aftur heim bara eins og hún var þegar hún kom. Þannig að Og það var eftir því tekið að hún var niðurlút? Já, það mátti alveg merkja það að hún var ekki satt við það. En þannig var þetta. Og það má alveg geta þess að það var mikill sóma því hvað Miðhúsamenn tóku þessu verkefni faglega og vel og myndaðist þarna gott samband og þeir voru boðnir og búnir til þess að rétta hjálparhund eins og þurfti. Torfi þar fremstur í flokki, Jón Gunnar bóndi og þau systkinin eins og þau voru og Margrét þarna heima eins og þurfti. Byggilega rétt mörg svona verkværi og áhöld og hægt að leita til þeirra eins og þurfti. En samt voru þetta menn sem komu innan að með tæki og eldhúsbíl og allan pakkan sko og voru þarna sjálfstæðir að því leyti. Og svona í lokin, smá Víkurfrétta útgáfuna. Í blaði Vikunar eru konur áberandi, meðal annars formaður ungmennafélagsins Þróttar í Vogum. Einnig fulltrúi félags kvenna í atvinnulífinu og auðvitað síðan bakari Vikunar. Nýjustu fréttir og umfjöllun er á Víkurfréttavefnum á hverjum degi, vaff.is og einnig á kylfingur.is. En nýtt áhugavert viðtal er þar við kylfingin Tómas Rasmus sem lætur ekki fötlun sína stoppa sig í golfíþróttinni. Tómas Rasmus lætur ekki fötlun sína koma í veg fyrir að hann geti stundað golfíþróttina en þessi réttæplega 70 kylfingur nýtur þess að elta golfboltan nánast á öðrum fæti. Hann misti stóran hluta af hægri fæti fyrir nokkrum árum og er með gervifót frá Össuri.
Við hittum kappan og Hlíf konu hans á Spánargrund, nánar tiltekið í golfferð með Vítagolf á golfsvæðinu Ísland 10. Við fórum 18 hólur með þeim hjónum og ræddum svo saman að loknu golfi. Hversu mikilvægt fyrir það að komast í golf? Þetta bjargar minni andlegu heilsu, gjörsamlega. Ég er búinn að vera að kenna í vetur í skóla í Mosfellsbæ, Helgafellsskóla, yndislegur skóli. En ef það kom upp einhver neikvæð tilfelli, einhver leiðindi, eitthvað vesen, þá hugsa ég bara, já, ég ekki að fara á Ísland 10 páskana? Já, þá þetta ekkert issue. Og ég hugsa bara, já, ég get farið í golf í sumar og ég klára hann vetur og stytta hann aðeins núna með að vera hér. Sko vissulega maður takmarkaður, en þetta svolítið erfitt. Ég held ég að við grenjað aðeins. Ég held að við grenjað alveg í kóri og Hlífi. Og við erum búin að grenja svolítið yfir þessu tilveru og hann skildi breyta svona mikið því að það fer allt bara í uppeyjur, sko. Við hættum bæði í vinnu og hún bara í að sinna mér. Og ég fer á einhvern sjúkrasjóð hjá kennarasambandinu og ég var að hugsa, verð ég bara svona sófaklessa eitthvað og mun ég einhvern tíma taka þátt í venjulegu lífi. En svo alltaf einhver von hinum megin að geta orðið uppréttur og geta verið til og ég farin að vinna aftur. Mér finnst það gaman. Og krökkunum finnst voða skemmtilegt í skólanum að sjá svona skrítinn mann með gervifót. Þannig að... Þú ert bara brattur? Ég reyna að vera það, já. Ég sé enga ástæðu til að vera að grenja núna. Nei. Lífið bara skemmtilegt. Við þökkum fyrir okkur að þessu sinni, þiggjum góðar ábendingar í alla okkar miðla, endilega sendi hugmyndir á vaff hjá vaff.is. Við sjáumst á vikuliðinni, verið sæl.